Jú, góða kvöldið og verðið velkomin á KA TV, þeir sem eru að koma núna. Sýndum hérna KA Þór 2 og höldum áfram núna með Þór KA Völsung. Annar leikur beggja liða í Kjarnafæðismótinu. Kort senkun á leiknum vegna sóttvarnaregla. Þess vegna þetta tæma húsið. Áður en að leiknum mátti koma inn frá leiknum áðan. En það er strax aukaspyrna hérna sem Þór KA á stór hættulegan stað, vinstri megin, réttur utan teig, hliðina á teignum. Það er fyrirgjöf sem Sara gerir vel að slá út. Sara spila Völsung hérna á láni frá Þór KA Hamrunum. Og hérna er Karin María. Karin með finnur Lilju, hérna út að Lilja með fyrirgjöf en koma þessi burtu. Og Snædís út á Steingerði. Steingerði hérna að spila sem fyrsta leik með Þór KA í þessum móti allavega. Þriðja flokkstelpa. Nýkomin heim af úrtaksæfingum með 16. Og Hulda hérna að gera sem hún gerir best. Dansa með fram endalínu. Reyna að góða boltanum fyrir en tekst ekki. Og Völsungur kemur boltanum til horn. Og það er Karin María sem skokkar á vettvang. Það er ekki stutt. Þetta er skemmtileg útværsla sem býr til smá skotfæri og boltinn endar þarna í nærstönginu utanverði. Beint á æfingasvæðinu þetta. Þessu tilviki er æfingasvæðið sama og leiksvæðið. Skemmtileg staðreynd. Völsungstelpur hérna þá eiga einkast. Þór KA búinn að vinna strax. Þór KA byrja hann að leika krafti, greinilega vel undirbúnar fyrir þann leik. Vilja finnir Steingerður komin hérna í fyrirgjafarstöðu. Steingerður fyrir endalínu, frábærlega gert henni, fær boltann aftur og með skulum kalla þetta bara skot þarna með hægri fyrir hliðina til og fram hjá, flottur sprettur hjá Stengu. Og Völsungstelpur það er að spila úr tegnum. Nöfnin koma svona hægt og rólega hjá mér yfir stelpunnar í Völsung. Harpa kom boltan, Harpa spilaði með Völsung í síðasta leik á móti Þór KA 2 sem leikurinn fór 2-2 og meðan fyrsti leikur hjá Þór KA var á móti Fjarðabyggð Hetti Leikni og fór 2-0 fyrir Þór KA, það ekki rétt hjá mér Andri. Andri hérna, Bleiki Björgvins er á myndalunum með mér og Stenka komur hérna einu sinni upp. Stenka þeim þannig eiginlega að vera jafnfætt. Hún reynilega veit ekki hvort hún er betur með hægri en vinstri. Lilja komin hérna út. Og Margrét leggur hérna á. Saga með flott skot með vinstri. En auðvelt fyrir Söru í markinu. Og
Hulda vinnur hann. Nei, Völsungur ná ekki að halda mikið í boltan. Það eru cirka 2-3 sekúndur sem er með boltan á þannig að Þór K er búin að vinna hann aftur. Boltan hérna út á. Það veist ekki alveg hvað þetta hefði verið Margrét hérna sem var komin boltan inn þegar hann náði ekki að gera sér mat úr þessu. Þó nokkuð breytingar á Þór K liðinu í dag frá því í síðasta leik. Stelpur að koma úr landsliðsverkefni sem er ekki með í dag. Jakobína, Ísvold og Marja. Lilja og Snædísi. Snædís vinnur Örnu. Arna með boltan upp á Steingeri sem er komin mjög hátt upp á völlinn. Svakalega mikið pláss sem hún hefur alltaf þarna. Og fín vörn hjá Völsungum. Áldís Rún í hægri bakverði. Já, hún er kannski hægri miðverði. Sýnstölu sko verið hérna með 3 manna vörn. Hildur hana sem sparkar boltanum út af. Hildur hana skoraði á móti Þór K 2 síðustu leiki. Stengir boltan á Snædísi. Snædís út á Lilju. Lilja leikur sér aðeins með boltan tilbaka á Huldu. Hulda Björg finnur Sögu sem skiptir honum hérna yfir á. Stengir með fyrirgjöf en þetta skallaði í burtu. Margrét með skot sem virðist fara í hendina á varnarmanni Völsungs. En ekki sem þetta hefði verið vítaspyrna. Sara sparkar hann langt, þar er einmannlegt hjá henni Kristu. Skoraði einnig á móti Þór K 2 síðustu helgi. Ég er ekki frá því að Alli þjálfari Völsungs hafi verið að athuga hvort hann ætla að skipta hérna. Harpa hérna fyrir lið Völsungs í klafsi. Harpa heldur 2 við 3 í þessu. Eftir leikmann á vellinum í dag. Svo munar. Arna á Huldu. Hulda hérna með skiptinguna frekar stutt en Hulda óskir vel. Stengir bak við Stengir Karin en Þór K ekki að gera vel þessu. Völsungur hérna að tefla á 2 aftur. Hafrún kemst milli með fyrirgjöf en hún er aðeins innanlega fyrir Margréti. En Hulda Ósk mætt þarna. Hulda Ósk Þingeyingur. Þekki vel til grænaliðsins. Og Margrét með flotta fyrir hérna sendingu fyrir á Hafrún en Hafrún er ekki að gera. Það er ekki ná að stjórna þessu bolta til að gera eitthvað úr þessu. Völsungur hallar boltanum hérna, það er Marta finnur Hörpu.
Handum hérna í vörninni núna sést það kannski betur að þetta er bara fjara með vörninni í Völsung. Kemur hérna bolti sem Hulda ræði við. Hulda senda tilbaka blind. Það gengur upp. Harpa með góðan bolta á Sögu. Saga brunnar á stað, finnur Karen Maríu. Karen á Sögu aftur. Margrét tekur hann. Margrét á Karen. Karen komin í áslutastöðu. Heldur honum, en góð vörn hjá Árdísi og Árdís heldur áfram. Margrét. Boltinn tilbaka á Snædísi. Snædís á Margréti. Magga skoraði mitt bæði mörk. Þórká á móti Fjarðabyggð Hetti Leikni. Hér eftir kallaðar FHL. En hérna Snædís kominn. Boltan. Andri kallar eftir þolinmæði og fær hana hana. Liggur ekkert á. Reyna að opna þær aðeins betur. Vel gert hjá Örn og frábær hreyfing af Huldu hana. Kemur mótið og finnur svo Steingerði. Saga og lengi á boltanum og Völsungur geta núna refsað. En eru samt þeirri ára móti 5 hérna. Samt alltaf mikil tími fyrir fyrirgjöfun og það kemur fyrirgjöf. Hulda bjargar þessu. Vel gert hjá Huldu. Góðu skalli og góðu kraftur í honum, en hann fór nógu langt í burtu. Þá er Hulda komin. Hulda er erfitt að stoppa hana þegar hún er komin á sprettinn. Finnur Margréti hérna inn í teg. Margréti með hann á vinstri. Margrét með fyrirgjöf sem er blokkuð af varnarmanni Völsungs. Harpa kom með hérna. Harpa sendir hann út á bara Guðrún Þórðarna hægra megin. Gískum það. Hreinsaði upp boltan. Lilja í baráttu við Elvu. Enda með Elva brýtur af sér. Lilja Þór Káa er allavega þannig skipa núna að Lilja Björk hérna í hægri bakverði. Tekur þessu augnspunnu. Skulum býða að sjá hvað gerist hérna. Hérna er skallið að markið og það er klass í tegnum. Vel gert hjá Söru en Völsungur á að koma sér í burtu. Boltinn er út af við á. Harpa í markinu, Lilja Björk í hægri bakverði. Arna og Hulda Björk í miðverði. Stengjur er vinstri kantur, vinstri bakverður. Miðja er Snædís og Saga. Framan er Karen María. Hægri kantur Hafrún. Mist Margrét frammi. Það sést upp á topp og vinstri kantur Hulda Ósk. En eins og ég sagði hérna í byrjun, eða hérna fyrir cirka 10 mínútur síðan, þá er Völsungur ekki skiptingu. Og það er Elva Mjöll sem fer út af. Og Berta María Björnsdóttir kemur inn á hennar stað. Leiðilegt að loksins þegar það má spila get ekki spila meira en 10 mínútur vegna meiðsla, en eins dauði er annars brauð, þannig að það er einhver annar sem fær þá bara mínútur í staðinn. Þór Káa hérna heldur boltanum. Saga með allt of erfiða sendingu. Liggur ekki alveg að þessu. Arna hérna í spretthlaupi. Guðrún Þóra er mjög hröð og flott stelpa. Liggur hérna eftir þessa baráttu við Örnu. Arna hörkur nagli eins og sitt sín. Gefur ekkert eftir í þessu. Enda til hvers. En Völsungur með innkast hérna. Endar á því að boltinn fer fram og Arna skallar hann út af. Völsungur er þá innkast 20 mínútur framar. Völsungur gerir ekki mikið þessu innkasti en ná samt að vinna hann aftur. Harpa með boltan. Nei, herðu. Lá bara killi flöt hana. Kom ekki að sök.
Völsugurinn aftur. Spilar með því öftustrýnu Völsugur. Jóna Björk í vinstri bakverði sem missir boltan frá sér. Þór Káa byggir það upp sókn einu sinni enn. Margrét út á Stengir, þetta er vel spilað. Stengir með fyrirgjöf, þar er bara Karen María og það er nóg. Karen María setur hann yfir að hægri. Finnur Margréti og Margrét setur hann rétt yfir. Vel spilað hjá Þór Káa-stelpum. Skulum kíkja á þetta aftur hérna. Já, sjáum hann bara skotið frá Margréti. Vel spilað og rétt yfir. Já, það er líka skipting hjá Þór Káa. Það er Arna Kristensen sem fyrir út af. Leiðilegt fyrir hana, hún er að fá séns hérna. Og það endist bara í 15 mínútur því miður. Inn á kemur Hulda Karen Ingvarsdóttir sem er að koma tilbaka. Hulda Karen með fyrst nettingunum hérna, beint út á Stengiri. Og Saga. Hafrún komur með því áldstöðu, finnur Karen Maríu. Karen vinnur hún aftur. Og það er Berta María. Berta finnur Hörpu. Harpa reynir að koma langan en það er ekki lengra en það. En beint á Sögu hérna fyrir sem var einn á sjó. Frábær bolti hjá Sögu yfir á Stengiri. Saga byrjan leik virkilega flott, mikið í boltanum. Mikið að finna góða sendingar, réttar sendingar. Frábær sending einmitt hérna á Karen Maríu. Karen með skot rétt fram hjá. Sjáum við aftur góð sending hjá Sögu á Karen Maríu og Karen Maríu setur hann að bolta rétt fram hjá. Völsugur er búin að koma boltanum í leik og spila út frá markmanni og unnu aukaspyrnu hérna. Harpa kemur með misjafna sendingu. Stengir á fyrir þessu. Hulda kemur boltanum á Sögu. Snædís á Lilju. Lilja og Hulda Björk. Hulda Karen. Frábært fyrir að lýsa leikjum það sem eru 3 huldur inn á. Þarna með Hulda Ósk komið með boltan og þetta er skemmtilegu kloppi og svona fann lengra á, hún er komin í færi leik og nút og það er frábært mark. Vá hvað það vel gert hjá Huldu. Skulum sjá þarna aftur Hulda með kloppa þarna og fer svo fram hjá, listilega vel gert og það er Margrét sem skorar. Þetta líka fallega mark. Eitt 0 Þór Káa. Þetta er bara 20 mínúna leik. Staðan var honum 4-0 hjá Káa og Þór 2 hérna 20 mínútur. Ekki alveg sama 4 hérna í byrjun en það er ennþá leikur. Lilja missir hann út af. Og Jóna með skalla hérna fram. Berta finnur Kristu. Sjá hvað er að gera svona Hafrún. Hafrún sloppinn. Já, gera áfram. Já, virkilega góð vörn hjá Sigrún Mörtu.
uppsker markspyrnu já. Þótt að enginn á vellinum sé sammála línuvörnum. Ekki einu sinni Völsungastelpurnar. En bara verður það bara að vera svoleiðis. Völsungastelpurnar ætla ekki að mótmæla þessu samt. Og taka markspyrnunum með glöðugeði. Áldís vinnur Hörpu. Og Margrét á Huldu Ósk. Völsungan að koma þessu í burtu. Marta Sóley koma þessu í burtu en er Hulda Ósk komboltan, missir hann. Ólöf gerir vel, finnur Hörpu á miðinni. Harpa tilbaka á Árdísi, Árdís með langan, það er Saga. Fer ekki mikið fyrir henni hana en hún er samt einhvers staðar alltaf það sem boltinn er. Kannski ekki fljótt á Margréti, Margrét gerir þetta vel. Snædís með erfiðan bolta sem rattar ekki að samherja en Þórka er komin aftur, Hafrún mist. Finnur Margréti og Margrét reyna að finna Karin Maríu en boltinn er langur. Já, ég fann að sjá illa hérna úr blaðamannastúkunni og afsaka það. Gott að hafa Halla hérna í aðstoðarmanninum, Hallingóls. Það er sjálfsög Iðunn Rán sem kom inn á fyrir Örnu áðan. Ég er ekki frá því að þær eru mjög líkar á velli úr 100 metra fjarlægð. En kemur ekki að sög. Tæknimaðurinn breytir þessu bara og þá lítur þetta svona út. Og boltinn er bestu sögu en boltinn skotið hennar fram hjá. Já, Iðunn eins og Steingerður voru á landsliðsæfingum í síðustu viku. Og Guðrún Þóra kom með boltinn hérna. Guðrún að finna Kristu en nær ekki hitt hann á boltinn fyrir alltaf leitu Hörpu. Og það var að Iðunn. Ég er með flotta bolta á Huldu og Hulda gerir þetta einstaklega vel. Finnur Steingerði utan á. Steingerði finnur aftur Huldu, vel spilað. Hulda með sendingu á Margrét en þessi er aðeins á löng. Og Margrét runnan. Það var gríðarlega vel spilað og flott sókn. Fram að síðustu sendingu sem var eiginlega óþarfi og Margrét í rángstöðinni. Það er Hulda frekar átt að keyra beina markinu. Berta með boltan hérna niður á Sigrúnu. Sigrún með ónákomið sendingu og Lilja Björk kemst á milli. Saga á Iðunni. Iðunn lítur upp sér hérna Huldu í hlaupi en boltinn ekki alveg ónákomur. Karin María fær hann og Hulda Ósk fær hann svo á endanum. Hulda svona einhvern veginn reynir alltaf að komast að endalínunni, henni líður vel á endalínunni. Getur við línumæður í einhverju öðru sporti. Og Völsungur reynir alltaf að spila út í markspyrnum, það er aðdánavert en það missa hann eiginlega jafn óðum. En kannski treysti mér ef að renni við liðið núna hjá Völsungi. Sara Mjöllin í markinu. Hægri bakvörður Ólöf Rún, miðverðir Sigrún Marta og Árdís Rún. Vinstri bakvörður er Jóna Björg. Nei, það er líklega
Við sjá hvað gerst hérna. Það var hún komið með boltan og, nei, engast, jú, Jónar Björg í vinstri bakverði. Miðjan þá Harpa og Hildur Anna. Og hægri kanti Guðrún Þóra. Erlumel byrja leikinn á vinstri kanti en þetta var útaf og Berta María kom inn í staðinn fyrir hennar. Krista Eikersson frammi og hérna er komin upp í fyrirgjöf en Marta Sóley kemur í horn. Það er hún sem er á miðjunni líka með Hörpu og Hildi. Fara aftur út, tvær út í horn, Saga og Karen. Það sé ekki sama trikk svo á hann. Og jú, stuttur, stoppaður og svo ætti að vera svona skotsending en þetta var bara sending og Hulda var hana, nei, var alveg alein en það var ekki góð touch á boltan. Lilja finnur hérna Huldu út vinstra megin, Huldu Bjarg komin, nei, Sakir segir þetta sé nástaða og hver eru við að mótmæla því? Þetta er Árdísarstaðinn og tekur þessa aukaspyrnu, það spilast upp, Harpa kemur niður og býður sig og svo lyftir hann löngu einn upp á Kristu en Iðunn gerir vel og kemur þessum bolta út af. Iðunn ein af þremur þriðjaflokksstelpum í hópi Þór Káa og 4 þriðjaflokksstelpur úr Þór Káa á bekknum hjá Völsung. Frábært fyrir þær að fá reynslu hérna í meistaraflokksbolta. Frábærlega að spila hérna Saga og Huldu Ósk og Steingerði. Steingerði með Margréti vinnuhestur hérna. Vonandi sjáum við systur hennar koma inn á fyrir Völsungstelpur í dag. Meira það síðar, Lilja Björg finnur Karen Maríu, Karen með flotta snúning. Út á Snædís á Sögu. Saga með plás. Út á Stengu. Stengar að finna Huldu þarna en ónákvæmt og Harpa komin boltan. Harpa reyna að finna Guðrún Þóru en já, Guðrún hennar að gera þetta vel. Og þetta síðan er brotið á Hörpu. Harpa liggur eftir. Gríðarlega slæmt fyrir Völsungstelpur að missa Hörpu af velli. Hún virðist liggja sárþjáð. Engin merki aðstoð samt. Harpa 35 ára á árinu. Sara Mjöll næst elst í Völsungsliðinu til 30 ára. Það er smá aldurspilarna og meðalaldurum liðinu myndi minnka talsveit ef Harpa fór út af. Við skulum vona að svo sé ekki. Alltaf gaman að sjá Hörpu spila hópbolta. Gefur ekki tommu eftir. Og við getum þarna Marta Sóley. Boltan upp, Saga vinnur hann þá, nei, Saga missar hann aftur. Steingerður finnur Hörpu tilbaka. Harpa flengir hún fram á sem Karaman er. Krista vinnur vel tilbaka. Og Jóna með hann. Lilja kemst hann á milli og setur hann til innkast, Jóna Björg. Ekki alveg hvað gerst hann en boltinn allan út í innkast og Þór Káa tekur það af Snædís.
Hulda og Iðunn. Hann geti niður og varðalna niður. Saga reynir hérna til að erfaðan bolta en hann fyrir til innkast. Ólöf finnur Hörpu. Harpa með langa sendingu sem Iðunn á ekki í erfiðleikum með að komast inn í. Og Hulda Björg. Hafrún kemur niður og sækir hann, finnur svo Lilju Björg. Hulda Ósk. Og Harpa. Steingerður finnur Karamera skiptir honum yfir til hægri á Lilju Björg. Lilju tilbaka á Huldu. Iðunn lítið að gerast í leiknum þessa stundina. Völungstelpur þétta tilbaka og virðast að loka svona á flest allt nema hérna fær Hulda boltann langt síðan hún hefur tekið á skeið síðast en Þórdís gerir þetta vel og kemur boltanum í horn. Það er frábært að hafa Völungsbekkin hérna undir manni, þannig að maður heyrir þegar allir þjálfari hrósar leikmannum sín og nefnir nafn, þá veit maður hvað er að gerast. Og hjálp vel þeginn. Það er, ja, sam útfærslan, en maður núna var ekki stoppaður, núna komur þetta á móti. Þetta er frábær bolti og þessi er inni. Þessi hotna útfærslar frá vinstri er að svínvirka. Námið hérna tekið stutt. Karen Saga og frábært hlaupi Huldu Ósk hérna og úff, segir nú bara. Skrámdu Huldu Ósk. Þá getur annað kemur ljós. En kannski ekki það sem skiptir höfumál núna, það skiptir máli að það er 2-0 fyrir Þórkáa. Við erum með fulla stjórn á leiknum. Allt annað að sjá til liðsins núna heldur en á móti FHL. Miklu meira ákveðið í leiknum núna og leik Þórkáa og gefa lítið eftir, gefa lítið færa á sér. FHL fekk full mikið að færum fyrir minni smekk. Og núna er Harpa að labba inn út af Varamannabekk og segja hún getur nú haldið áfram en það er ekki á 100% það. Það er ekki eitthvað sem þú vilt heyra þegar þú ert þjálfari á móti sterku liði og ert 2-0 undir. Margrét hérna að dansa aðeins með boltann, finnur snæta sig fyrir þann teg. Snæðsbók og Sögu, Saga. Stelpnar leiti svolítið að Sögu sem svona leiksjónda. Það verður leggur hérna smekklega á Lilju. Lilja einn undarkanti á móti Jóni Björg. Lilja fer hérna utan á hana, þetta er of einfalt og reynir að koma í fyrirgjöf en Sigrún er fyrir þessu. Harpa kemur svo boltann í burtu. Harpa er sárt þjáð þarna á vellinum.
Þórkáa komin aftur boltan yfir út á Sögu. Og Magga gerir þetta vel, flott 1-2 við Karin María og hún með skopum vinstri sem Sara verið vel en Steingerður mætt. Steingerður með flottan bolta fyrir en Völsungur vera fyrir. Og endanum boltinn kominn til Guðrún Þóru hérna. Þórkáa strax komin aftur í hættulega sókn. Karin María virkilega flottar hreyfingar og hörkuskot en þetta er rétt framhjá. Sjáum þetta virkilega flottar hreyfingar, bóta svo boltanum hana í gott færi og fínat skot. En ekki nógu nákvæmt. Og eins og ofta áður þá er Þórkáa komið með boltan svona cirka 3-4 sekúndum eftir að Völsungur tekur markspyrnu. En þetta er alltaf æfingamót og á ekki að hugsa úrslitin á að hugsa að reyna að æfa það sem þú ætlar að gera í sumar. Og Völsungur ekki að spila á móti jafn sterku lið og Þórkáa í sumar í deild allana. Og Sara Mjöll situr í boltanum, spila hún stutt út á bakvörð og bakvörð losar upp og Þórkáa komið með hann. Finnst svona eins og Völsungur séu ekki alveg í skipulagi og ekki alveg tilbúinir að spila þennan bolta sem það eru bennur að gera. Þetta eru orðnar þreyttar. Þetta er eins og ég sagði í Káa Þór 2 áðan. Þetta er lið sem er búið að fá að æfa í cirka 2 mánuðum og til lið sem er búið að fá að æfa í 2 vikur? 2-3 vikur. Þannig að það munar svolítið á líkamlega ástandið liðanna. Það er ekki nóg gott þannig að Þórkáa missa boltan út af með engar pressu á sér. Jóna Björg með enga stiði finnur Krista missir hann þó Hafrún nærunum. Hafrún, vel gert Hafrún, finnur svo Huldu Ósk hérna upp í horni. Hulda Ósk hefur engar áhyggjur gott að hún eigi að spila vinstri í hægri kantinum. Hún er bara þar sem að hún fær boltan og kemst í góða stöður. Kemur hann endalínuna. Hann leggur hann skemmtilegt að Lilja með góða fyrirgjöf og Magga sem var aðeins hérna. Guðjón Þór að komin að spetnum og Guðjón Þór gerir þetta frábærlega. Guðjón og Krista hérna 2 á móti 3 og Hulda Björg kemst inn í þessu sendingu. Stælar taka hlaupið fram fyrir Huldu, ákvað Krista að fara á fjær og freista þess að boltinn fari yfir Huldu en Guðjón Þór náði ekki krafti í íspyrnuna. Og Iðunn gerir þetta vel. Margrét snýr hérna í eitthvað þar sem hún vissi ekki hvar var og þar var Harpa. En Völsungur ná ekki halda ná mikið boltan. Hulda fer á stað. Setur boltan í hörpu og fær hann svo aftur. Boltinn heldur svo til vingast. Þórkáa kom með hann, Saga. Snædís Margrét að Sögu. Steingerður meira til vinstra megin. Fór mikið við Steingerði í byrjun leiks en aðeins í efni. Það er búið að lokka meira á hana. Hulda Ósk svona í sínum fræga darradans og hörkuskot frá Karin Maríu. Þetta er bara vel varið Sara. Sá þetta hérna Hulda
með skot til varnamann. Karen fær hann, Karen leggur hann fyrir sig og með flott skot og virkilega verið var í á Söru. Og Andri myndaukumaður, hann spáir því að þetta verður lagt stutt og tilbaka og svo sendt inn í. En Völsungur er búin að lesta núna held ég. Við verðum þá ekki reikna með að þær tæki bara beint inn í núna. Nei, það er sama kerfi. Völsungur setja bara ekki pressu. Leiðum þeim bara frekar að skjóta inn núna, þetta ekki fá boltan aftur í sig. Og við fáum annað hótt. Og það er í hendi uppi og það er stutt og tilbaka. Og í varnamann. Harpa hann á öðrum fætinum á ekki róði Karen Maríu. Karen með gott skot og rétt yfir. Völsungur búin að koma boltanum í leik. Árdís bolta sem er á stuttur á Stengir Kjenstir en missa hann aftur. Völsungur komið með hann. Harpa finnur Kristján sem fann Martsóli og Martsóli út á Guðinu Þóru en Stenka gerir það vel en sendingin ónagum hjá henni og beint á Ólöfu. Nei, Harpa með skvítasendingu þarna, láta aðeins Árdísi laupa. Árdísi baka Söru, Sara sparkar út og í loft. Og fyrir þá sem hafa áhuga á yngri flokka fótbolta þá er stefnumót 7. flokks karla og kvenna í boðunum á morgun allan daginn og K10 með 2 vélar, 2 útsendingar frá sikkurum vellinum allan daginn, frábært framtak. Þannig að áhorfendur eru sjálfsög ekki leyfðir. Það er K10 að sína frá sem allra flestu viðborðum. En stutt í hálfleikina 2-0 fyrir Þór KA og tiltölulega þægilegt. Ekki mikil ógn á marki Hörpu og Harpa aðeins kannski snert boltan í sendingum tilbaka. Vildarinn fyrir Huldu þarna, Huldan er ekki að vinna sér stöðu til að taka á móti boltanum. Jóna heldur sig inn á en beint á Lilju. Fólk hafa gríðarlega ákveðnar í pressunni sinni. Præðið að vinna boltan sem fyrst eftir auðtabunum og vinna hann hátt uppi. Og það er að ganga fullkomlega upp. Já, þetta er bara það sem Hulda gerir best. Það er einhvern veginn að böðlast í gegnum leikmenn og finnur hérna Möggu í skot. Magga skiptir í varnamann og Krista tekur hérna frábælega móti í boltanum en hún er svolítið einmann uppi. Berta var að koma í hjálpina en Krista náði ekki að finna hana. Góð bolti á Möggu á Karin Maríu. Karin María Karin María gerir það frábælega en ekki síðri vörn hjá Árdísi en það sýnt sem þetta verið sem kemur svo boltanum út af og getur sitt upp. Karin búin að virkilega flott í dag og ég spái eftir að koma mark frá henni, hún virkar í þannig standi. Lilja bak á Huldu.
Tvær skiptingar í fyrirleik, þannig að það er spurning hvort það verður bætt við þá mínútu eða hvað. Kemur alltaf ljós. Stenka með hættur að senda ykkur sem Harpa kemst inn á milli og Harpa finnur Kristu einhvern veginn, en Iðunn gerir þetta vel. Iðunn gríðarlega fljót. Snörp á fyrstu metrunum. Og það kom með hann. Iðunn. Dómar ekki mann að flauta af, hann er við reiknum með að það sé þá mínúta í uppbót. Það gefur okkur 35 sekúndur að minnstakosti að fótbolta í uppbót. Ándalega kemur hálfleikur. Karen reynir að finna Huldu. Hulda aftur ekki búin að finna sér nógu góða stöðu til að taka mót honum. Guðjón Þóra missir hann að klaufalega og Hulda bara slá henni í gegn. Og Hulda, já, þetta er það sem hún gerir best. Klaufalegt hann hjá Guðjón Þóru og Hulda óskar efsar. Hulda er ekki manningin sem hún vilt missa boltan til í þessari stöðu. Já, ákveða býða bara án til hálfleiks með að sína þetta mark aftur. 3-0 fyrir Þór K í hálfleik, sáum hérna Guðjón Þóra snúa sér með boltan og já, þetta bara Hulda gerir þetta svakalega vel og klárar hérna í nærhornið. 3-0 í hálfleik fyrir Þór K í tiltölulega þægilegum leik fyrir þær. Vonum að Völsungur spýti aðeins lóna hann og fá aðeins fyrir leikina seinna leik. Ég og Andri tökum okkur smá pásu í bili.
Já, velkomin aftur á KTV, leikur Þór K og Völsungs. Seinna leikur á stað, hérna hlutlega 3-0 fyrir Þór K í hálfleik. Hulda Ósk með 2 og Margrét Árna með 1. Það er einhverja skiptingar í hálfleik hjá báðum liðum. Það er Harpa og Ólöf sem fara út hjá Völsung. Og inn á kemur Helga Dís hérna í hægri bakvörð. Efnileg stelpa úr þriðjaflokki Þór K. Og Amalía Árnadóttir líka úr þriðja kvenna, báðar nývaldar á úrtaksnæfingu hjá 15. Amalía með sýsti Möggu, vonandi fá maður ekki að sjást þar klást í þessu. Þór K ekki einnig breytingar á liðin sínum. Kimberly Dóra kemur hérna inn á. Það áttum að betra á hver kemur út af Hulda Ósk Andri sem var út af og Stengirur. Já, Hulda Ósk fór út af og Stengirur. Inn að koma Kimberly Dóra, kemur hérna beint í vinstri bakvörðinn. Inn á fyrir Huldu kemur Unnur Stefansdóttir. Grindvíkingur sem er hérna í skóla. Eitthvað verið á landslæðingum, ekki vissum hún hafi verið valin í lokahóp einhvern tímann 2004 módel. Efnileg stelpa. Boltinn farin út af þarna. Karamar ekki vel finnur Huldu. Glemdi tæknum með hann að setja tíman á stað. Það er kipið þýlinn. Hulda og Karma Marta Gimsson inn í. Amalía með sendinguna á Kristu. Krista heldur í hann. Og Helga gerir vel. Helga er hérna Guðrún, nei, Guðrún er hann ekki. Guðrún kominn verið á miðjuna. Berta kominn hægra megin og Amalía vinstri kantur. Helga með yngastið, Saga gerir vel. Helga spilaði sinn fyrsta meistaraflokksleik og Amalía spilaði sinn annan, spilaði hérna, kom inn á móti Þór K 2 síðustu leiki. Efnilega stelpur úr Þór K sem við erum að lána til Völsungs fyrir þetta mót. Bara jákvætt. Og Hulda tilbaka á Hörpu. Harpa finnur Sögu, Saga hérna með frábæran bolta upp á Unni. En það er Árdís sem er undan þetta. Árdís mann taka í fyrirleifbandinu á Hörpu sem voru út af hálfleik.
Og Margrét hérna leiksum boltan, missa hann aðeins frá sér en þar er Hafrún, mist Hafrún, nei, stígur á boltan hins mér og það er Margrét þarna 4-0. Frábærlega gert hjá Margrét þarna sem sendi boltan á Hafrúnu og hélt svo áfram hlaupinu og klár í seinni boltan þannig að hann bauðst. Sjáum þetta hérna að Margrét kemur boltanum á Hafrúnu og sjáðu Margrét alltaf tánum tilbúin í annar boltan. Það munurinn á Margréti og þessum þremur sem stóðum í kring hjá Völsung, þær voru ekki tilbúnar í annar boltan. En Margrét sendi boltan og fór svo beint á tærnar tilbúin að boltin myndi þetta fyrir hana. Alvöru markaskorari. 4-0, Margrét komið 2. Snædís hérna í baráttu við Amalíu, Amalía gefur ekki þumugafti, vel gert. Kimi missar frá sér, Kimi hér spila vinstri bakvörð, það ekki vön því. Það er, já. Aðeins áttum á þessu, Unnur hérna með boltan, nei. Áldís kemur nú út í horn. Sjáum við Völsungana splæsa í VO myndaðarleina til að vera beintur framann. Myndaðarleina í andra. Það fá enga plúsur það. Og frábær skalli hérna eftir þessa útfællu sem við séð áður horni. Það var Hulda Björg sem átti hana. Hulda Björg eins og pabbi sinn frábær í loftinu. Magga fær hérna boltan á Bendabergum. Kemur boltan fyrir. Þar er engin Þór Káastelpa og það er ræðin að koma Söðaldur burtu. Kimi hérna ekki alveg nóg örugg í sínum aðgerðum. En hún kann að berjast og það gerir hún að vann bara boltan aftur. Og Völsungur innkast. Allir að plugga aðeins Kjarnavatnsmótið en næstu leikir í Kjarnavatnsmótinu eru annað kvöld hérna í bóðanum. Klukkan 6 er það Dalvík Reynir KF og klukkan 8:30 er Nökkvi Samherjar. Því líkir leikir. Og þá má finna í beinni útsendingu á Dalvík Reynir YouTube stöðinni held ég og svo á einhvers staðar hægt að grafa upp í Facebook á Nökkva og Samherjaleikin. Það er bara að vera að fylgjast með á samfélagsmiðlum á morgun. Hérna er Margrét kominn, Margrét. En það er ekki þessu, Amalía skallar hann, Lilja eltir, nær honum undan Amalíu. Bleiki ætla að vera fyrir framan myndaðalina á morgun í Nökkvaleiknum. Mun flottari þar. Þetta er bakvið hana. Boltið Hörpu, Harpa finnur Iðinni, Iðinn á Kimi. Kimi og Iðinn aftur, Iðinn á Hörpu. Það er einstaklega gaman að hafa bekkir hérna þeim megin sem við erum. Alli mjög líflegur á hliðarlínni á Völsung og duglegur að koma skilaboðum inn á. Margrét fær horn hérna, nei. Bæði sýndist og heyrðist eins og þetta var horn en það var ekki svo.
Margrét á eina skiptum David til hægri. Ég reyndi nú að kynna mér eitthvað aðeins lið Þór Káa í dag en ég er ekki frá því að við séum í 3 manna vörn núna. Kimi sé bara vinstri miðvörður og Saga komin í vinstri vangbakvörð. Þannig að liðið sem við erum með núna er Harpa í markinu, Hulda, Iðunn og Kimi miðvörðir. Saga vinstri, Lilja hægri vangbakvörðir. Karen og Snædís á miðjunni. Og fremstu 3 Hafrún, Unnur og Margrét. Saga finnur Möggu. Magga með frábæra skiptingu og Lilja bara með skot, á hverju ekki. En Sara öflug markinu og verð þetta. Völsung getur þakkað Söru fyrir að þessi ekki meira heldur en 4-0. Þótt að þessu flesta allar búin að berjast og leggja mikið í þetta. Og það er þetta horn, já. Þetta er hættulegur bolti en þetta skalla út af. Það er Árdís. Já, Kjartansmótið er líka áfram á sunnudaginn. En við skoðum það seinna. Því að það er mark. Það er enn eitt eftir þessa hornútvæslu sem er að skila sér. Já. Setja sjálfsmark á þetta. Ég held við erum að gera það. Sjáum þetta aftur. Flott hotspyrna á frábæran stað og Unnur enn og eitthvað í þessu og hún hérna, ekki Snædís. Spurning að við setjum þetta á Snædísi. Kom aldrei neitt andrigreina. Snædís Óskar sem þú er. Dalvíkingur knái. Og Kimi með bolta hérna, þessi er ekki góður. Alls ekki góður og Völsungur geta sótt en þær eru bara ofálega fram á við. Og Margrét stingur honum inn upp á Kari Maríu og Kari Maríu kemur núna með marki, nei. Sara gerir frábælega. Já, þannig að sjáum við myndalina sem er í aðalturki. Nú er ekki að miklu aðalturki í fyrirleik út af því að það var miklu meira beint á hittmarkið. Það er svona í sviðslausunum núna. Þarna er bara dauðafæri. Galopinn og frískalli hjá Unni, en það fer yfirmarkið. Já, og sex 0 fyrir ekki, ég var að því að ég maður lækka aðeins myndavélina en við sæjum hana, þannig ég misti af þessu en það var gott að henda bara endsýningu. Þá mynda Lilja með boltan. Hafrún finnur Margréti, Margrét missir aðeins frá sér en er að koma honum á Kari Maríu og Karen María með þetta huggulega mark. Eins og ég er búinn að lofa. Stendur mitt. Karen María var alltaf að fara skórinleik.
Það var bara þannig ára yfirinni. Já. Sex 0 á 60 mínútu. Kimi og Iðunn gerir þetta mjög vel og frábær skiptingir hjá Huldu. Hafrún á Lilju, Lilja komin í teig. Það er svona komin svakalega ákveð aftur í Þórkáa. Og botnin aðeins eftir úr þessu hjá völvunum. Saga kemur hérna langt inn á vellinu og sækir hann. Skiptir hann fyrir að Kimi. Kimi gerir þetta frábærlega. Magga setur þetta bara beint í belginn á Gunnarþóru. Fann fyrir þessu. Og Sara hérna með bolta fram á Mörtu Bertu, en fyrir yfir hann og Saga vinnur hann, Saga á Höldu. Núna sýndum við Þórkáa aftur verið að koma í 4 manna vörn. Saga er komin aftur á miðju og Kimi komin vinstri bakvörðinn. Þetta hafi verið eitthvað tilfallandi á hann en áfram með leikinn. Það var hún eftir þetta en Sigrún kemur þessu í engast. Magga tekur um boltan, vel gert. Snædís á Sögu. Saga út á Kimi. Kimi á Sögu aftur, Saga finnur Karin Maríu. Og frábær pressa þarna hjá Þórkáa eftir taupuboltanum. En Amalía með góða sendingu en liðsfélagina í þriðja flokki Iðunn er fyrir þessu. Unnur gerir vel, finnur Karin Maríu, Karen til Lilju. Lilja tilbaka á Snæju, Snæja finnur Sögu. Kimi með hellingspláss, finnur Unni. Helga gerir þetta mjög vel. Já, flott til Sögu, Saga stoppar þetta. Saga búin að vera frábær í dag. Þórkáa búin að vinna hann. Saga á Huldu. Kimi Saga spila hann saman, kemur Margrét niður og sækir hann. Margrét með allt og mikið pláss. Kemur út á Huldu. Svakalega slitið hjá Völsung núna. Það er voða einfalt fyrir Þórkáa að finna lausanleikmenn og sérstaklega mikið pláss á kantum. Saga gerir þetta mjög vel en þessi bolti er aðeins að langur fyrir Kimi. Nær ekki til hans. Já, Kjarnansmótið áfram á sunnudaginn. Þannig að við ekki það, ég man ekki alveg hvað leikir eru, ég veit að það er Þór 1 Magni.
og K3 Þór 3 og svo Hamrarnir Fjarðabyggð höttu leiknir sem er búin að lofa að kalla FHL hér eftir. Hamrarnir að spila sinn annan leik í mótinu held ég alveg örugglega. Tapandi Tindastóli fyrsta leik 2-0. Nei, það var Þór K2. Þór K2, já, Þór K2 búin að spila 2 leiki meðan Hamrarnir eru ekki byrjaðar. Þetta er fyrsti leikur Hamrana og Fjarðabyggð höttu leiknir eða FHL tapaði múti Þór K1 eins og við búin að koma margótt fram hérna. Ekki að lofa neinu en ég vona innilega að Þór TV kollegar okkar sýni bæði Hamrana og Þórsleikinn á sundaginn. Það er mjög skemmtilega leikir sem að væri til að sjá. Klukkan 2 og 16:15 og svo K3 Þór 3 kvöldið 18:30 sunnudagskvöldi. Lítið að gerast í leiknum þessa stundina, svona fram og tilbaka. Aðalega fram hjá Þór K og tilbaka hjá Völsungi. Margrét vinnur boltann, kemur að Karan Karja, mundar aftur skotthóttinn en ekki alveg jafn gott skot á hann. Svo er að handsamar þetta auðvitað. Sara kontrar honum hérna átt af Valaheiði. Iðunn öflug í loftinu hana. Snæja gerir vel. Finnur Unni, finnur Kimi. Þór K fer í uppspilið sitt. Andri Hjörvar, hann mundar hvað maður segja, já, bókina sína með alveg stólum föstu leikaturum til að sína varamönnum. Það er greinilega skipting í vændum. Já, Karen með mjög háa vippu hana. Myndi mikið á eins að Beniganda þessi vippa. Fannst ekki skemmtilega að skjóta svona markið. Það komum boltan. Og Þór K byggjur spil, Snæja út á Lilju. Lilja ber hérna boltan fram. Margrét með frábært hlaup í horn. Margrét finnur Hafrún keyrir á, fer á vinstri fótinn, fer á hægri fótinn, fer á utanmótar hægri fótinn og leggur hann tilbaka. Snæja með skiptingur og sögu. Saga að reyna að finna Unni, Unni gerir vel, Unnur og á Karen Maríu, Karen. Svakalt svægi yfir hvernig Karen Maríu er að spila leik, það er flottar hreyfingar. Virkilega flottur leikmaður. Og verðlarnir þurfa núna aðeins að halda boltanum, aðeins að anda. Helga reynar setur upp en Kimi setur út í innkast. Og þá koma skiptingarnar. Það sé bara ein skipting. Þetta skipti, Snæja fer út. Og Helga María Viðarsdóttir kemur inn á.
Helga María gríðarlega efnileg handboltastelpa og var eiginlega búin að leggja fótboltaskóna heilana og einbeita sér handbolta en mætti svo aftur í fótboltan síðan sumar, tók slagið með hömrunum og stóð sér vel og er mætti hérna inn á núna í öðrum leiknum í þessu móti með Þórkáa sem er að beinta miðuna fyrir Snædísi. Hulda skipta honum yfir á Iðunni. Iðunn með plás. Iðunn búinn að slotta vel inn í miðvörðinn hérna. Hún er komið inn á í fyrirleik fyrir Örnu. Örnu Kristins þar að segja. Arna Sif sjálfsögðu í láni hjá Glasgow City í Skotlandi. Fínt að lána hann út til að æfa og æfa og æfa. Fær ekki að spila mikið. Og Iðunn, já, láta Hörpu hlaupa aðeins, það veit ekki að það þarf allir að fá æfingu í dag. Hörpa finnur Helgu sem kemur niður að sækja hann. Hulda Hörpu aftur. Og Kimi. Saga örfætt en gríðarlega blöð með hægri líka og setur hann það bara að einast hann inn fyrir með hægri en það gekk ekki alveg eftir. Pressa hann ekki alveg að stíf núna hjá Þórkáa eins og hún er búin að vera. 71 klukkuna, það er kannski einhver þræta að fara til leikmenn en það sé nú flesta sem eiga nú eftir inn á vellinu samt svartklæddu allan af. Þetta er nákvæmlega sem vörlarnir þurfa núna að halda boltanum. Það er búin að gera þetta frábærlega að vinna boltan hann að Unnur komin inn að mótið Árdísi. Árdís búin að spila frábærlega í dag í vörninni. Stoppa ófáu sóknirnar. Saga kemur boltanum út á Huldu Björg. Saga með ótrúlega margar snertingar á boltanum í dag. Búin að vera mikið með. Títnefnd Saga finnur hérna Kimi. Helga reynir inn að skiptingu á Hulda fyrir reynir skiptingu á Kimi en finnur hann ekki. Það er skiptingar báðum megin. Það er Krista Eik sem fer út hjá Völsung. Hún er ekki búin að eiga spes dag enda erfitt að vera hann einu på topp og Sigrún Rósa kemur inn í hennar stað. Sigrún Rósa og Arna Rut Orður er komin inn að báðurinn á. Það eru einnig eins og Helga og Amalía úr þriðja kvenna. Ungar efnilegar stelpur. Það var Jóna Björg sem fór út af hjá fyrir Örnu. Og það var skipting hjá Þórkáa líka. Það var Lilja Björg Geirsdóttir sem fór út af. Lilja búin að skila góðri vakt í dag á hægri bakgrunum, búin að ógna því.
Og núna kemur Huldakarn inn á. Þá bekkurinn tæmdur hjá Þór Káa. Fimmtán mínútur eftir. Nægur tími fyrir fleiri mörk. Og fleira stuð. Gert hjá Örnu hana, kemur inn með krafti. Og Sigrún að finna Bertu hérna í hlaup en Saga réttum maður á réttum stað. Helga og Kimi hérna í barðu. Helga fær enga stuð. Stærðfræðikunnandi mín upp á meira en 5, þá á Þór Ká núna 15, 16 stelpur inn á vellinum. Síðan 15, 16, 4 hérna á þriðaflokki og svo Sara í markinu. Smá kraftur komin í Völsungarna núna. Sigrún gerir vel. Gert hjá henni Saga. Það er ógnarsterk í dag. Andri, hvað segirðu? Nei, þú getur ekki sett Saga leiksins, sótum sem aðleiksins, það er alveg tíðhött. Já, Andri byrst afsökunar þessum landara. Hotspilna hjá Völsungi. Harpa grýpur þetta og enginn sem ógnaði henni. Enginn sem gerði sér líklegan til að fara upp inn á bolta, hann að Harpa bara hansaði með hann og róar þetta niður. Og Harpa með frábæran boltinn út þá þessum Kimi og Margréti Rögg. Kimi tekur aðeins og þungt við honum. Og Helga sér Möggu fara hlaup og nei. Það er stutt en Magga kom með hann. Sigrún gerir vel, finnur Bertu. Hildur hana hérna komin í framlínuna. Hjá Völsung, stefnir Kristu. Og Magga gerir vel, Magga búin að flota þetta líka. Þetta er flest allar búin að vera flottar í Þór Ká liðinu. Búin að vera miklu hrifnir af þeim heldur en ég var mótið FHL. Magga með frábæran bolta á hafrunu. Þetta var svo mikið konfekt þessi bolti. Ég tekja bara að endur sína þetta. Kannski full langt hana bútur en og við mögum taka hérna við boltanum. Það hluti að koma að því að hornakerfi hjá Völsung virkaði ekki. Það er eitthvað sem ég hefði búin að leggja upp fyrir löngu að stíga út og gera rangstæðar. Svo sem tók hornið var rangstæð. Og þeir voru uppteknir með að horfa á sendingu frá Margréti. Hann hefði mistið að því.
Finnur Árdísi aftur á Söru. Arna vel gert í Örnu, finnur Guðrún Þóru. Guðrún Þóra hana, fekk boltinn í magann á, hann fær boltinn í andliti núna. Dæmdur háskaleikur á Sögu held ég. Nei, hann stoppaði bara leikinn og hann býtur nú við. Völsungur skilur boltann tilbaka á Þórkáa. Þetta finnur Hörpu hérna smá hættulegu bolti en nei, Íðun hérna setti hægri fótinn í boltan áður, setti vinstri fótinn í hann. Og þá gerir Völsungur skiptingu. Berta María Hútaf sem kom inn á, en kom inn á mjög snemma í leiknum. Hann er búinn að spila nánast 80 mínútur. Inn á kemur Agnes Björk Ágústsdóttir. Já, Saga yfir niður á Huldu Björg. Hulda finnur Huldu Karen. Hafrún missir boltann. Hulda Karen í smá kapphlaupi. Setur tilbaka Hörpu sem neglir hún fram. Já, er beint á Karen. Karen tekur frábær sending upp í horn á Hafrúnu. Það er svo eitthvað fallegt við hvernig Karen spila hópboltann. Það var búinn að sjá hlaupið á Hafrúnu, Hafrúnu tók hann niður. Laði hann fyrir sig og kom hann upp í horn. Í fljótt á hann gatt. Hulda finnur Margréti. Margrét aftur að Huldu. Já, þessi bolti rattar á Unni. Unnur á Sögu. Saga kemur upp boltann. Saga í skotfæri. Hún er að geta kórunan leiksinn með einu marki. Já, þetta var náttúrulega. Það fór ekki myndamála. Birna með þetta hreinu. Birna aðstofdómar 1. Sakir aðstofdómar 2 og Árni Rúnar dómari. Saga kemur hérna, virðist vera nóg orka eftir í Sögu. Hulda með fyrirgjöf, þar er Unnur skallar hann niður. En oftar sem áður er þetta Árdís sem er mætt. Og Iðunn og Helga María finnur Karen Maríu. Iðunn gerir þetta vel. Nei,
sjálfséð touch þarna hjá Karen. Þarna var sem var í opingi búinn að hugsa fram í tíman og misti aðeins fókusinn á touchinu. Ekki Saga Margrét skilur hann út á Huldu. Margrét búinn að hlaupa einhverja kilometra í dag. Frábær sprettur á Karen hana. Kom 87 mínúta og hún á 34 km hraða ennþá. Hún er að losa hann upp, ná ekki hitta á Hildi sem hana ein í heiminum frammi. Ein græna í heiminum allan. Saga Unni Kimi. Kimi reynir að snúa Helga af sér. Tekst ekki. Leikur svona hægt að fjara út hérna. Fegurinn fengi að víkja aðeins fyrir þreytu. Og mögulega stelpum sem koma inn á og ekki alveg í takt á leikinn. En hérna eru komin í áreiðlega stöðu, unnu með frábærsendinguna Kimi nær þessum bolta ekki alveg á snemma til að koma sér í góða stöðu, þannig að hún missa hann aðeins frá sér og Árdís búin að vera frábær í dag. Frábær leikur hjá henni. Gefum þessu bolta út í horn. Það kemur Karen og Saga. Enn einu sinni. Já, skil ekki hverju Völsungur tók ekki bara sömu vörn á hann. Kannski var það óvart. Þetta endaði bara hörku skoti sem Sara gerði vel í að verja. Og unnur hérna eftir boltanum á kant. Helga gerir vel. Helga búin að koma flott inn í þetta í dag. Árdís neglir sig fram. Það er Saga. Íðun gerir þetta vel, finnur Kimi. Kimi tekur Helgu á og finnur, nei, hann hægt að alveg hægt að missa tölun á þessum skiptingu sem Völsungarnir gera. Anna Guðrún Þóra ekki fer út af. Og inn á kemur leikmaður númer 13, Sjöfn Hulda Jónsdóttir. Nú, þetta var sérstakt. Mjög sérstakt. Fengu aukaspyrnu hérna sem var bakkað 5 sekúndur eða eitthvað. Þáttur að Kimi hafi haft náinn tíma til að velja sér hvað hann myndi gera. Aja. Það verður að vera líða fjör í þessu. Það var hún Hulda Björg frábær sending hérna út til hægri á Huldu Karen. Hulda Karen með geggjaðan bolta fyrir en það er ekki alveg vita og svo kemur hérna skallega frá hálfunu. Hann er fram hjá þetta er 90 mínútur
Heyrðist aðstofdómarinn eitthvað segja 2 mínútur, ég veit ekki hvað það sé upp á tíminn. Það meikar ekki sens með skiptingarnar en kannski með að við hvernig leikurinn er búinn að spilast núna undir árið. Þótt að leikurinn sé að fjara út, þá finnst mér alltaf leiðilegt ef að stelpunum sem kom inn og fá ekki þar mínútur sem það eiga skilið. Saga gerir þetta frábærlega. Saga maðurleiksins á mínum mati. Geggjaður bolti eins og Andri Hjörvar sagði. Saga leiksins. Það skalla rétt fram hjá. Og Hulda Karen kemst fyrir hana. Já, 50 sekúndur eftir samkvæmt mínum heimildum. Og ég giska fastlega á að það verði ekki mark á þeim tíma. Þannig að lokatölur eru 6-0. En ég ætla ekki að staðfesta það strax. Iðun settir hérna milli á Helgu. Helga út á Sögu. Saga finnur Unni. Unnur út á Möggu. Nei, Margrét missir hann, klaufalegt. En áleikað klaufalegt hjá Ólafsvíkjana. Og Árni setur flauturöfumuninn og ætlar að flauta núna sem hann og gerir. 6-0 sigur Þór Káa. Í frábærlega spilunleik hjá þeim svörklæddu okkar stelpum. Það var Margrét Árna sem skoraði 2, Hulda Ósk 2, Karen María 1 og Snædís 1. 2 mörk svona sem maður ekki alveg 100% á en við setjum þetta upp svona. Þá bara þakkar Káa TV fyrir sig í kvöld. Sýna hérna 2 leiki í kjarnaðarsmótinu.